Í þessu vídeói opna ég fund í Teams og fer yfir umhverfið. Það getur verið gott að undirbúa umhverfið í tölvunni áður en fjarfundur er settur í gang, til dæmis með því að loka öllu í tölvunni sem maður ætlar ekki að nota á fundinum til að það þvælist ekki fyrir manni og opna og hafa tilbúið það sem maður ætlar að sýna. Ef fundurinn var settur upp á síðu, eins og ég sýndi í fyrra vídeóinu, þá þarf að opna síðuna með fundinum og smetla svo á tengilin á fundin. Hér er hægt að opna fundin í vafranum og þá þarf maður ekkert að vera með Teams uppsett í tölvunni. Það er boðið upp á að sækja Teams forritið og setja það upp á tölvuna og það kemur fram að fyrir bestu upplifunina þá sé best að nota skjáborðsforritið. En þetta eru tvær mismunandi útgáfur af Teams, vafraútgáfan og skjáborðsútgáfan. Þar sem ég er nú þegar með Teams uppsett í tölvunni og sú útgáfa er betri, þá ætla ég að opna fundin í því. Þá opnast þessi gluggi þar sem er gefinn kostur á að velja stillingar fyrir fundin. Hér er slökkt á myndavélni ef ég vil til dæmis ekki vera í mynd strax. Ef maður vill þá er hægt að velja hérna bakgrunn eða setja móðu á raunverulegan bakgrunn. Í tannhjólinu er hægt að velja annan hljóðnum eða aðra myndavél ef maður er með fleiri en eitt tengt við tölvuna. Hér er sjálfvalið að nota hljóðið í tölvunni en ég get líka slökkt á hljóðinu áður en ég tengist fundinum. Maður þarf bara að muna eftir því að kveikja á hljóðnumanum þegar maður ætlar að byrja að tala. Til að opna fundin er smellt á tengjast núna og hér er fundurinn byrjaður. Með því að fara í þáttakendur er hægt að skoða hverjir eru mættir á fundin og í 3 punktunum hérna í þáttakendapanelnum þá eru möguleikar í sambandi við þáttakendur. Hér er til dæmis hægt að hlaða niður viðverulista. Hér er fundarspjallið og það kemur fram að það er slökkt á því á þessum fundi enda valdi ég það í stillingum þegar ég stofnaði fundin. Hér getur maður rétt upp hönd og það sést í þáttakendalistanum hverjir eru með upprétta hönd og það er ágætt að hafa hann þá opinn ef maður á von á því. Maður leggur niður höndina á sama stað. Það er líka hægt að nota þessi tákn ef maður vill klappa eða láta þann sem kynnir vita að manni líkar vel við eitthvað. Hér eru svokölluð útskottsherbergi, oft kallað breakout rooms, en það eru leiðbeiningar þau undir flipanum meira á síðunni Teams í Canvas-leiðbeiningum kennara. Undir 3 punktunum eru fleiri aðgerðir, til dæmis að ég vildi taka upp fundin og þá er mikilvægt að láta þáttakendur vita af því. Undir valkostum fundar eru stillingar fyrir fundin. Ég get til dæmis virkja spjallið ef ég ætla að nota það eða leyft öðrum að kynna eða sýna eitthvað á fundinum. Hér slekk ég á myndavélni minni og hljóðnumanum, til dæmis að ég vil gefa hlé eða þarf að hverfa að fundinum í einhverja stund. Svo er hér hnappur til að deila efni. Hér sést það sem ég er með opið í tölvunni og það kemur fram að ég er með 2 skjái tengda. Ég gæti til dæmis valið að sýna skjá 2 og þá sæju þáttakendur það sem ég er með, það sem ég opna á þeim skjá. Það sjást hérna líka skjöl sem að ég hef sýnt áður, til dæmis á síðasta fjarfundi. Það er þetta að smetla á fletta til þess að finna skrá sem maður vill sýna nemendum. Það er þetta að nota whiteboard til að teikna, til dæmis skýringamynd eða eitthvað þess að þarf fyrir nemendur. En maður þarf að smetla á það sem maður vill sýna nemendum. Það fer svolítið eftir umhverfinu sem maður er að vinna í hvernig þetta birtist. Hvort maður er til dæmis að vinna í fartölvu, einni fartölvu, eða hvort maður er með 2 skjái tengda, en svona getur þetta birst. Teams sýnir rauðan ramma utan það sem þáttakendur sjá. Þegar maður vill hætta að deila efni með þáttakendum, þá getur maður smellt á þennan litla hnapp, hætta að deila. Ef þessi litli gluggi sést ekki, þá er yfirleitt hægt að músa efst á skjáinn, færa bendilinn efst og þá birtist stika þar sem er hnappurinn stöðva kynningu. Getur maður smellt á hann og þá leið hættir maður að deila og kemur í mynd.
Ef maður lendir í vanda og sér ekkert af þessu, þá getur maður notað alt og tab á lyklaborðinu, halda alt hnappinum niðri á meðan það smellt á tab og fundið gluggann þar sem maður í mynd og þar hægt að smetla á að hætta deila eða stöðakynningu efst á skjánum. En yfirleitt þetta nú bara á sínum stað. Til að ljúka fundinum þá smellt á hætta. Ég læt þetta duga umhverfið í Teams fjarfundi. Takk fyrir.